Já, komið sæl, verðið velkomin til okkar, hingað í Sjóvá á þessa kynningum ársluta uppgjörð þriðja ársfjórðungs og þar með í rauninni fyrstu 9 mánuði ársins. Af venju þá munum við 3 sjá kynninguna. Ég vil ætla að fara yfir helstu punkta, helstu tíðindin. Síðan mun Ólafur Njáll fara yfir rekstur og efnahag dýpra og gjaldþol. Þórður Páls yfir fjárfestingarnar. Ég kem síðan í lokin með nokkra glærur og súmar þetta upp og svo að sjálfsögðu opnum við fyrir spurningar. En þriðji ársfjórðungur afar góður okkar mati. Við erum mjög ánægð með og stolt af þessu uppgjöri sem við erum að kynna hérna núna. Og skilum hérna hagnaði upp á 443 milljónir króna og það sem kannski sérstaklega ánægilegt við þetta uppgjör er áframhaldandi vöxtur á vátryggingapartinum, þar sem að vátryggingastarfsemin að skila fyrir skatta 880 milljónum. Nú við gerðum grein fyrir því með tilkynningu á markað fyrir ekki löngu síðan, varðandi tap okkar eða niðurfærslu varðandi Gamma Novus sjóð upp á 155 eða 153 milljónir. En það var semst tap á fjárfestingarstarfseminni sem nemur þá 240 milljónum tæpum fyrir þennan fjórðung. En samsett hlutfall er afar jákvætt upp á 89% fyrir þennan fjórðung í samanborði við 91,3% fyrir árið í fyrra á sama tíma. Það má því segja, en hafandi í huga líka að þriðji ársfjórðungur svona sögulega séð í rekstri er hagstæður almennt séð, en það má þá segja að þessi sé þá enn sögulegri hafandi í huga að samsetta hlutfall er 89%. Við könnumst held ég við einu sinni slíkan fjórðung fyrir einhverju síðan. Og aftur er það eiga sér stað sem við höfum gert grein fyrir og boðað og reyndar svona reiknað með alveg frá byrjun árs að það er eiga sér stað mjög jákvæð þróun í stærstu tryggingaflokkum hjá okkur og við komum betur að því á eftir. Nú fjárfestingarnar, eignir í stýringu neikvæð upp á 5 milljónir og ávöxtun eignasafnsins engin á þessum fjórðungi. Eins og ég sagði áðan þá vegur þarna mest niðurfærslan á Gamma Novus og hlutabréfamarkaðar sem er þá kunnugt og þekkt. En aftur að vátryggingastarfseminni, þá eins og ég sagði þá er þetta mjög ánægjuleg niðurstaða þar og þessi iðgjaldavöxtur á milli ára upp á 13% drífur að sjálfsögðu þennan árangur áfram. Við getum sagt að þetta sé afrakstur af mjög skýrri stefnu hjá okkur, bæði þjónustustefnu, sölustefnu, áhættumati sem að hefur skilað fyrirtækinu þessum árangri og sífellt bættri vátryggingastarfsemi sem er ekkert að koma í það minnstu okkur óvart vegna þess að þetta er eitthvað sem við höfum boðað og talað marga fjórðunga á undan þessum að þetta væri svo þróun sem við reiknum með og er þá að raungerast núna. En að þessu sögðu þá ætla ég að hleypa Ólafi Njáli að og kem svo aftur eftir. Sælverði. Hermann fór býsna vel yfir þessar helstu niðurstöður þriðja ársfjórðungs og kannski litlu við að bæta þarna en kannski fyrst að nefna sjá þarna í næstu línu gjaldþolshlutfallið fer úr 1,54 í 1,59. Skoðum það síðan betur á eftir og það sem við sýni mynd hvernig þetta þróast. En varðandi 9 mánuðina þá er það að segja að hagnaður tímabilsins upp á ríflega 3 milljarða miðað við 260 milljónir árið áður. Og hagnaður af vátryggingastarfseminni upp á 1900 milljónir og síðan hagnaður af fjárfestingarstarfseminni upp á 1700. Þetta er auðvitað mikil bæting frá árinu áður, sérstaklega fjárfestingamegin auðvitað og ánægilegt að sjá þessar 2 stoðir hérna félagsins svona skipta nokkuð jafnt á milli sín þessar afkomu. Samsetta hlutfallið 93,7 á móti 97,8 árið áður og förum aðeins betur yfir það held ég í næstu glæru.
Hérna sjáum við betur ofan í reksturinn og þróun á samsetta hlutfallinu. Við eigin iðgjöld fjórðungsins hækka 13,8% og eru 5,2 milljarðar og eigin tjón þess fjórðungs upp á 3,7 tæpa milljarða og hækka 12,8. Þetta auðvitað þessi ánægjulegi viðsnúningur sem hefur orðið, að þegar iðgjöldin vaxa stöðugt meira heldur en tjónin. Nú, í 9 mánuðunum eru þessar tölur upp á eigin iðgjöld upp á 14,7 milljarða og hækka 14,9% og tjónin, eigin tjón upp á 10,9 milljarða tæpa og hækka 11,9%. Við sjáum að rekstrarkostnaðurinn, hann hækkar þarna fyrir bæði þessi tímabil 4% og vegna þessa mikla vaxtar iðgjaldana þá lækkar kostnaðarhlutfallið mikið. Þriðji ársfjórðungur léttasti ársfjórðungurinn hjá okkur í rekstrarkostnaði, þannig að það er ekki skrítið að það sé til þess að gera lágt rekstrarkostnaðarhlutfall þann fjórðung, en við höfum kannski ekki alveg séð svona lágt áður. Og þar aðalega þetta að ræða að hvað iðgjöldin hjálpa mikið og því erum við að bæta í sjálfu sér að sú stafræna vegferð sem við erum á, hún öll innifalin í þessum rekstrarkostnaði og við höfum ekki ennþá fært neitt til eignar í því. Nú, við getum hort þarna á matsþróun eldri ára. Í 9 mánuðunum með þessi matsþróun 3,3% og þetta áhrif vaxtalækkunar í landinu sem að koma þarna með og þannig að það verður svona vigta það með í tjónarhlutfallinu. Tjónarhlutfallið að lækka þarna úr 76% í 72,3% með þessu inniföldu. Og auðvitað var árið í fyrra tjónað þungt, á þessum tíma voru 2 stór tjónfallin á félagið, meðan það í raun og veru í ár ekki nema jaðra við að vera 1 slíkt. Og við sjáum líka að vegna einmitt þessar 2 stóru tjóna á árinu 2018 þá hækkar endurtryggingarhlutfallið þar sem að endurtryggjendur tóku verulega þátt í þessum tjónum okkar í fyrra. Nú, í afkomubrúnni þá auðvitað sjáum við þessa krafta mjög vel, bæði fyrir fjórðunginn og þessa 9 mánuði og bara einkar ánægjulegt að sjá hvernig þessi iðgjalda vöxtur að koma fram í félaginu og bæta afkomuna, hvort heldur litið á 9 mánuðina eða fjórðunginn sem slíkan. Og auðvitað fjárstyrkjatekjurnar sem að meira og minna allar komum fram á fyrstu 5 mánuðum ársins ennþá góðar og vonum við auðvitað að það haldi þessa 2 mánuði sem eftir lifir árs. Varðandi efnahagsreikning þá eins og við sjáum að breytingin auðvitað hækkun verðbréfa 3,9 milljarða og síðan vátryggingarskuldarinn 3,8. Inn í vátryggingarskuldinni iðgjaldaskuldin hækkun upp á 2 og mótvægið þar auðvitað þessi árstíðabundna sveifla eins og sést í viðskiptakröfum en auk þess auðvitað sem að þessi vöxtur að taka til sín iðgjaldaskuld og síðan tjónaskuldin hækkun 1,6 milljarð og inn í þeirri tölu ríflega 500 milljónir vegna vaxtalækkunar. Þannig að raunbreytingin upp á 1,1 milljarð og kemur þá bara vegna þess að félagið að stækka. Hérna sjáum við síðan hvernig gjaldþoli og gjaldþolskrafan að breytast og við sjáum að gjaldþolið sjálft hækkar hagnað tímabilisins en lækkar kaup okkur eigin bréfum og þess ber að geta að eins og tilkynnt var á markaði að endurkaupa áætluninni var lokið í vikunni en stjórn á fundi sínum í dag samþykkti að setja í gang aðra áætlun sambærilega þeirri fyrri. Gjaldþolskrafan, hún hækkar vátryggingaráhættuna eðlilega þar sem að félagið að stækka en markaðsáhættan og mótaðilaáhættan lækkar og það vegna
breytingu á eignasafni sem að Þórður Pálsson mun fara yfir og þá komið að Þórði. Já, fjárfestingartekjur á þriðja fjórðungi voru undir væntingum og því sem við alla jafna gerum ráð fyrir að fá á hverjum fjórðungi. En eins og þið sjáum náttúrulega kannski á samsetningu eignasafnsins þá getum við búist við töluverðum sveiflum á milli fjórðunga og mánaða í safninu, en fjárfestingartekjurnar eru 105 milljónir en ávöxtunin af safninu er tap upp á, eða afkoman af safninu er tap upp á 5 milljónir. En og að niðurstaðan sé svo nálægt núlli að þá eru svona nokkuð stóri kraftar sem að takast þarna á. Það var tap af skráðum hlutabréfum på 3,6% eftir að eins og Ólafur minntist á að markaðir fóru mjög vel af stað framan ári og mjög góð ávöxtun var af hlutabréfum, að þá svona misti það aðeins stímið í mitt sumar. Og en á móti kom aftur á móti að það var algjörlega framúrskarandi ávöxtun af skuldabréfum. Ríkisskuldabréf voru að skila upp á 2,6% ávöxtun á fjórðungnum og þegar það er haft í huga að vaxtastigið í landinu kannski í byrjun fjórðungsins hefur verið einhvers staðar í kringum 3,5%, þá skýrist þessi ávöxtun auðvitað miklu leyti af kröfubreytingu, lækkun kröfunnar sem að gefa okkur þann höfuðverk að það er ávísun á verri ávöxtun í framtíðinni. Sömuleiðis gáfu önnur skuldabréf vel, sérstaklega sértryggð skuldabréf, að fín ávöxtun af þeim. En síðan verðum við þarna fyrir töluverðu tjóni í óskráðum hlutabréfum og það er tap upp á 181 milljón sem að skýrist nánast að öllu leyti af Gamma Novus, þar sem að við færðum niður þá eignum 153 milljónir. Það er ennþá bókfært virði på 1,6 sem er miðað við þetta gengi sem var sendt út frá rekstrarfélaginu, en við erum með þá reglu að við notumst við gengi sem kemur frá rekstrarfélagum í þessu. Og ég veit svo mikið alveg hvað vangildi er í því. En við förum á og skoðum breytingarnar á safninu, þá voru ekki sérstaklega mikla breytingar. Við seldum reyndar allt sem við áttum í Gamma Credit Fund á fjórðungnum og síðan hafa þetta verið tiltölulega litlar breytingar á eignasafninum. Og hérna erum við með þær eignir sem við eigum sem er yfir 500 milljónir og eins og við sjáum þá er þetta það bil 69% af safninum. Hérna er glæra sem við sýndum að minnsta kosti síðast, kannski þar síðast líka, sem að sýnir svona samsetningu og afkomun okkar fyrir skatta, annars vegar af vátryggingastarfseminni og hins vegar af fjárfestingastarfseminni. Og það sem að þarna sést svo glöggt er að dökkbláa línan þarna er fjárfestingaparturinn, hversu mikið flögt á honum, sögulega séð. Og þarna getur á milli fjórðunga sveiflan orðið upp undir 1,5 milljarður. En það sem er líka ánægjulegt að sjá í þessu, að þetta eru 19 fjórðungar sem þarna er upp á skjá. Já, ég kannski komum betur á því eftir. En það sem ég ætla að sýna líka er að það er ánægjulegt þarna að hversu vátryggingastarfsemin er að skila góðu upp á móti fjárfestingastarfseminni og það er það sem við leggjum mikla áherslu á. Hérna ætla ég líka að sýna svona þróun á samsettu hlutfalli yfir langt tímabil, þar að segja frá fyrsta fjórðungi 2013 til þessa fjórðungs núna og svona það fyrsta sem að mér datt í hug þegar ég sá þessa mynd er að svona hafði í huga orð greinenda margra þegar við fórum á markað og reyndar oftar og svolítið ítrekkað nefnt að það væri svona leikni íslenskra vátryggingafélaga að vera í kringum 100%, þar lægi markaðurinn og þessi mynd sýnir aðeins annað sem er ánægjulegt. Og meðaltalið þarna frá fyrsta fjórðungi 2013 til þessa eru svona 98% meðaltal, 98,1% samsett hlutfall. Þannig að það er nú munur á því og 100, þannig að það er ánægjulegt.
Sjá, þá er eitthvað sem ég ætla að nefna meira hérna, það var það nú. Nei, þetta var komið hérna. Þá fyrir við að afkomunu eða samsettar hlutfallinu eftir vátryggingagreinum sem við höfum jafnan birt og við höfum svona litað upp eða dregið fram þessar stærstu vátryggingargreinar. Það er saman myndað 80% af iðgjöldunum, heldar iðgjöldunum og þarna sjáum við mjög jákvæða þróun. Reyndar má vekja athygli á því að eignatryggingarnar í fyrra þá var náttúrulega staðan þannig eins og Ólafur Njáll nefndi að það var tjónaþungt ár og þar ef við drögum frá getur sagt stærstu tjónin þar, stærstu brunatjónin sem að eiga sér stað 2018 þá námu þau einhverjum 17% stigum ef við drögum það frá og svo í ár eru stærstu tjónin svona 6% stig. Þannig að niðurstaðan kannski að frádregnum þessum stærstu tjónum hvort árum sig þá liggjum við í svona 76% samsettu hlutfalli fyrir þessa grein. En varðandi ökutækjatryggingarnar, bæði lögbónur og frjálsu, að þá er það vegferð sem er ánægjuleg og okkur hefur orðið tíðrætt þar hefur við viljað gera betur, við höfum verið með fókus á þessum greinum, enda gríðarlega stóra greinar í okkar safni og það sem að sést þarna er þó áþreifanlegur munur í rétta átt þó að við lítum ekki þannig á að við séum komin í mark þarna. Nú það var nefnt í fréttatilkynningunni áðan að í ár eru 25 ár frá því að stofn tryggðarkerfið okkar var sett á laggirnar og við höfum heimsótt það getum við sagt árlega og velt fyrir okkur hvort að það sé rétt að styðjast við þetta tryggðarkerfi áfram eða hvort það sé ástæða til þess að breyta því og það er eiginlega frómt frá sagt kemur það mjög skýrt fram í samtölum okkar við okkar viðskiptavini að þeir vilja mjög gjarnan halda þessu fyrirkomulagi. Fyrirkomulagi snýst það að þarna eru þeir aðilar sem eru með fjölskylduvernd hjá okkur og tvo aðra tryggingaþætti. Þeir fara inn í stofn og í dag eru 35.000 fjölskyldur í stofni og fara ört fjölgandi. Á þessu tímabili þá höfum við greitt út 70.000 fjölskyldum endurgreitt hluta iðgjalda til þeirra og ef það er fært upp á verðlag dagsins í dag þá er þetta 10,5 milljarður sem hefur verið greittur út með þessum hætti. Og það er okkar bjargfasta trú að þetta er bæði aðgreiningamarkaði, við erum eitt tryggingafélag með þetta og þetta skapar mikla tryggð gagnvart okkar kúnnum. Það eru 15.000 fjölskyldur sem hafa fengið 10 sinnum oftar endurgreitt iðgjöld eða hluta iðgjalda og það eru 8 fjölskyldur sem hafa fengið endurgreiðslu öll 25 árin sem er líka ánægjulegt. Það er hérna eitt dropp 2016 sem er ekki dropp, þar að segja þarna er stofnin ekki að detta niður heldur er þetta árið þar sem á sér stað breyting á löggjöfinni þannig að eins og við köllum það alltaf laus áður þá voru endurnýjun árlega og fólk bundið í 1 ár en frá 2016 þá var hægt að segja upp tryggingum með 1 mánaða fyrirvara og þar með breyttum við líka fyrirkomunan okkar. Við borguðum alltaf út árlega, einu sinni ári, en upp frá þessu þá fórum við að greiða út mánaðarlega, þannig að þetta lotaðist þá með þessum hætti og yfir á næstu ár þarna á eftir, þannig að þetta er ekki dropp í stofnunum. En réttilega sumir þetta þó upp, við erum afar ánægð með niðurstöðuna, hagnaður upp á rúma 3 milljarða og eins og Ólafur Njáll benti á áðan, það sem er mjög ánægjulegt í þessu er að vátryggingarstarfsemin sé að sinna sínu í þessu, eins og ég segi, það er okkur mikið keppkefli og já, það var það sem ég ætlaði að nefna í myndinni áðan, að þetta er 14. fjórðungurinn í röð af þessum 19, eru 17 búin að vera með jákvæða afkomu í vátryggingarstarfsemi og þetta er 14. fjórðungurinn í röð þar sem við erum að skila jákvæðri niðurstöðu og þetta skiptir okkur miklu máli í sama hvernig í rauninni árar fjárfestingamegin. En ekki síður skiptir það máli þegar ver árar fjárfestingamegin. Nú samsett hlutfall eins og komum við fram 97,3%, samanborið við 97,8%, samsett hlutfall síðustu 12 mánaða er 94,4% og við leggjum mikla áherslu á það að við séum ekki að kaupa okkur hlutdeild, það er að segja að arðsemin dragist niður miðað við þrátt fyrir vöxt heldur öfugt, það er að segja að arðsemin er að vaxa þrátt fyrir vöxt.
Aðeins varðandi stafrænuna og þróunina, þá vorum við fyrst íslenskra félaga fyrir ári síðan að selja líftryggingar á netinu, alfarið og það hefur gengið mjög vel. Það er vel sótt í þessa vöru og þetta er mikill og góður valkostur fyrir viðskiptavini og nú er svo komið að í nýsölu 75% kúnna sem að fara þarna í gegn. Að samaskapi voru stigin mikilvæg skref á þessum fjórðungi varðandi tilboðsgerð á netinu. Við höfum unnið það mjög þétt með okkar viðskiptavinum og svona kannað þeirra þarfir og þannig erum við að koma með lausn sem er gott þarfagreiningatól fyrir hvern og einn, sniðið að þörfum hvers og eins og flýtir mjög allri tilboðsgerð fyrir viðskiptavinum. Ef við kíkjum aðeins á uppfærðar horfur þá er samsett hlutfall, gerum við ráð fyrir því að það verði óbreytt, 95%. Við erum að lækka lítillega horfurnar að öðru leyti úr 4,3 milljörðum í 4,2 milljarða. Ef við kíkjum á næstu 12 mánuði þá er að gera ráð fyrir því sama, þar að segja að samsett hlutfall verði 95% og afkoman fyrir skatta verði 3 milljarðar. Og þá erum við að hafa í huga náttúrulega stöðuna í dag, þar að segja að það er komið inn í þennan fjórðung þegar við metum þetta. Og eins og kom fram þá er stjórn ákveðið að halda áfram endurkaupum, þetta er semst þá í þriðja sinn sem á þessu ári sem við förum fram með það og alltaf hefur verið viðmiðum 250 milljónir. Þetta er það sem við ætlum að rúlla yfir og nú held ég að við opnum bara fyrir spurningar og þeir félagar komi upp líka. Gjörðu svo vel. Ég með tvær spurningar, annars vegar viðgjaldavöxtin. Hversum hátt hlutfall er þetta út af útgáfu nýrra skýrtana og hvað er hreinlega út af viðgjaldavöxtin? Já, það gleymdist mæk núna, þannig að það þarf að endur segja spurningarnar. Það er spurt það með iðgjaldavöxtinn, hversu mikið þetta eru ný viðskipti getur sagt og hversu mikið þetta eru þá hækkun á stofnunum sem fyrir ekki rétt. Og svarið því að þetta er bland. Það er að segja að þetta er bæði það, okkur hefur gengið ágætlega að vinna með stofnin og það sést til dæmis vel á árangrinum í bílatryggingunum og samsettur hlutfallinu þar. En þetta er klárlega líka ný viðskipti og það sem er líka ánægilegt við þetta er ný viðskipti bæði á einstaklingsmarkaði og fyrirtækjamarkaði. Óskráð hlutabréf, hvað er þetta? Hvað eru stærstu eignir? Já, Snorri Jakobsson frá Capacent spyr hverjar séu stærstu eignir í óskráðum hlutabréfum og það eru annars vegar sjóðir frá SÍA, það frá Horni, það er SÍA 2 og 3, Horn 2 og 3. Það er Ölgerðin, það er Loðnuvinnslan, það er Miðborg 105 sem er í bygginni á Kirkjusandi. Svo eru sjóðir sem eiga í almenna leigufélaginu. Ég held að þetta sé svona það bíla allt. Hver er lónið? Já, svo eigum við í Hvatningu sem er á í Bláa lóninu. En ég ætla ekki að fara að gefa nánara í sundubrót ásins, þá þurfum við væntanlega að birta það, en það geti alveg komið til greina að skoða það einhvern tímann eftir því óskað. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Kannski varðan, mér langaði að spyrja þess að Þórður var í pontu áðan, að spyrja út í svona sína á eignamarkaði á komandi misserum. Stefán Broddi Guðjónsson frá Arion banka spyr út í sín mína á eignamarkaði á komandi misserum og eins og sjáum á að þá eigum við töluvert af löngum skuldabréfum og töluvert af hlutabréfum, þannig að ég er svona að gera ráð fyrir og við erum að gera ráð fyrir að horfurnar séu bara alveg prýðilegar, að hagkerfi muni ná svona tiltölulega grunnri lendingu. Það er svona kannski í fyrsta skipti sem að ég held að við eigum raunhafa möguleika á mjúkri lendingu og það sem meira er að til þess að styðja núna við lendingu þá býr Seðlabankinn yfir mjög góðum gjaldeyrisforða. Það hefur tekist að ná tökum á verðbólguvæntingum og verðbólguvæntingar og verðbólga í öllum okkar helstu nágrannaríkjum er mjög lág, þannig að það er hægt að styðja við hagkerfi með vaxtalækkunum og ég á fyllilega von á að Seðlabankinn muni gera það. Raunstýrivextir er ennþá vel yfir prósentu hér á landi til þess, meðan eins og Seðlabankastjóri Bandaríkjanna sagði í gær að
raunstýrivextir á þeim væri hæfilega neikvæðir en þeir eru með 1,9% hagvöxt þannig að ég held að vaxtastig sé enn og hátt og vaxtamunur við útlönd og mikill þannig að ég held að horfur eignamarkaðurinn sé alveg prýðilegar. Fleiri spurningar? Gjörðu svo vel. Nú er ég hérna hjá EFS. Það spyrja varðandi vöxtinn á iðgjöldunum. Það er mikill vöxtur í fyrra og þessu ári. Hvað sjáu þið fyrir ykkur til þetta næsta ári? Sjáu þið fyrir ykkur sambærilega vöxt eða munið telja að munið draga úr honum og á hverju væri slíkur vöxtur eða af hverju ekki? Já, það er spurt áfram vöxtinn, hvað við sjáum fyrir okkur í því, hvort við sjáum fyrir okkur á næsta ári að það verði áframhaldandi vöxtur þá og ef ekki þá af hverju. Sko, við höfum haft þann hátt á eins og ég nefndi áðan, þá erum við með svona forecast til næstu 12 mánuða og það er eitt en hins vegar í byrjun hvers árs erum við síðan með horfur og horfurnar taka þá meira mið af svona þeirri áætlunargerð sem við erum í núna þannig að við getum ekki gert grein fyrir svona með nákvæmari hætti núna iðgjaldavexti eða væntum iðgjaldavexti fyrir næsta ár annað en það sem ég vísaði til áðan að horfurnar okkar eru þá áfram þær að við erum að gera ráð fyrir samsettir hlutfall upp á 95% og þá afkomu upp á 3 milljarða. Þannig að það má gera ráð fyrir því að leið og við kynnum 12 mánuðina og þá munum við koma fram með horfur fyrir næsta ár. Fleiri spurningar? Það er líka eins og áður hægt að taka það yfir kaffibolla hérna á eftir, þannig að ef það er ekki fleiri spurningar þá bara... Það sé kaka líka. Já, Þórður horfir hérna hýrauga til kökunar, þannig að það er enn eitthvað til að henni. Þannig að þið staldrið bara við og við tökum þá spjall. Takk fyrir kærlega.